18. Hurðaskellir fær makleg málagjöld. Loksins einn sem hugsar fleiri en mat, kallaði Jósi á mánudagsmorgni í skólanum. Hvað gerir hann þá? Hurðaskellir? Nú, hann skellir hurðum auðvitað. Eins og pabbi. Hann skellir stundum hurðum þegar hann búinn að vera mjög lengi á vakt og í vondu skapi. En þá skammar mamman og segir hann að verða að róa sig. Hurðaskellir líka svona almennt að trufla fólk, bætti Jósi við og virtist nokkuð skemmt yfir þessum jólasvein. Helst þegar það sefur. Aha, sagði Katla. Kannski býr hann í kjallaranum. Stúdentinn. Engin annar. Öll þessi skrýtnu hljóð. Einu sinni þurfti pabbi meira að hringja í lögguna. Þurfti hann að hringja í sjálfan sig? Nei, hann var ekki á vakt, svo hann hringdi í vinnufélagana. Þannig að við látum pabba þinn vita? Nei, hættið nú alveg, hló pabbi þegar Katla bar upp erindið. Á ég að handtaka ekki stúdentir í kjallaranum að því hann er... Hvað sagði hann væri, Katla mín? Hann er hurðaskellir, sagði Katla ákveðin og krosslaði handleggina. Þú verður að stoppa hann. Hann er engin hurðaskellir. Ég þurfti að biðja hann að lækka í tónlistin einu sinni í vor, það var allt og sumt. En börnin létu sér ekki segjast. Kvöldi þegar foreldrarnir héldu að þau voru farin að sofa, læddust þau niður og festu dyrnar hjá hurðaskellir í dyrastæðin, svo það var ekki hægt að opna þær. Þau notuðu til þess litla borvél sem Katlaði fengið afmælisgjöf og heilan helling af löngum skrúfum og spýtum sem þau fundu í geymslunni í kjallaranum. Hurðaskellir var svo lengi að komast út úr íbúðinni sinni að hann missti af mikilvægu prófi og varð að yfirgefa Reykjavík sama kvöld með skít og skömm.